Já, það út í heimi það að frétta að Xi Jinping forseti Kína lendi í morgun í Moskvu og líklega þegar við erum að tala saman núna búin að eiga kvöldverð með Putin forseta og morgun ætla þeir að vera í formlegu fundi að ráða ráðum sínum. Þetta ánefa mikilvægur fundur og hvernig samskipti þessar ríkja þróast munu hafa áhrif á okkur. Það eitthvað svo óumdeilt. En til að skilja þetta erum við búin að fá sérfræðinga að Rauðaborðinu, sérfræðinga í sitt hvort landinu. Geir Sigurðsson Kína-sérfræðingur og Valur Gunnarsson Rússlands-sérfræðingur. Verið velkomnir. Takk fyrir. Ef maður byrja á þér, Geir, hvaða heldurðu að sé svona markmið eða erindi forseta Kína ferð til Moskvu? Já, stort spurt. Það greinlegt að hann ætli að reyna að treysta þetta samband sem að hefur verið að þróast með, í raun og veru ótrúlega hröðum hætti finnst manni á undanförnum árum. Ef maður skoðar svona sögulegt samband Rússlands og Kína eða Sovétríkjanna og Kína þá voru margar brotalamir í því og mann hefur alltaf grunað að það myndi í raun að vera Rússland og Kína og samband þeirra myndi standa á einhvers konar brauðfótum en það greinilega verið að reyna að treysta það mjög mikið og bæði ríkin verið að líta svo á að þau séu hvort öðru mjög mikilvæg þessar mundir. Og upplifa bæði að þau séu svona í umsátri frá Bandaríkjunum og Vesturveldunum að sé verið að þrengja að þeim. Já, það einmitt, þessi opinbera umræða sem að kemur að minnsta frá Kína, ég kannski þekki hana miklu síður í tilviki Rússlands en ég gerir ráð fyrir því að hún sé ekkit hún á mjög svona svipuðum línum að Kína hefur auðvitað upplifað það að Bandaríkin sé að reyna að draga úr umsvifum þeirra í heiminum og það náttúrulega sérstaklega þá þegar við tölum Suður Kínahaf, Tævan og annað slíkt og hefur náttúrulega lengi talað fyrir því að vilja koma á einhvers konar svona fjölpóla kerfi í heiminum þar sem að sé ekki eitt stórveldi sem að ræður ríkjum og já, hugsanlega sér Kína eða sjá kínversk stjórnvöld ákveðið svona tækifæri núna í því þegar Rússland í þessari stöðu sem að það í að tengja betur við Rússland og nýta sér þá stöðu sem að komin upp. Rússland í svo veikri stöðu að þau geti ekki valið sér vini og vera að þykja. Já, það alveg á hreinu að Rússland í miklu veikar stöðu en Kína og maður velti fyrir sér líka sko hvað Rússland telur sig geta fengið út úr svona nánu sambandi við Kína. Þeir hljóta að vera í svona tiltölulega veikri samningsstöðu, myndi maður halda. Valur, sama hátt má segja það að þessi heimsókn eiginlega svona ákveðin ábyggilega skiptir Pútín miklu meira máli að fá loksins forseta Kína heim eftir innrásin í Úkraínu. Þetta svona skilaboð út í heiminn að hann sé að megi heimsækjan. Já, einu sem heimsótt nýlega Assad sem náttúrulega hefur verið svolítið svona olbúa barn eftir fjöldamál hans á ein borgurum. Þannig svona í alþjóðlegu PR-mennsku þetta risamál fyrir Pútín. Já, það sko varandi hvað Kína vill fá út úr sig, sko Kínverjar vilja held ég annars vera stríðinu ljúki. Þetta stríð hefur aldrei hentað þeim vel og Pútín heimsótti Xi á Ólympíuleikunum rétt fyrir inn á svo líklega séðan frá þessu og hefur svona síðu væntanlega samþykkt með einhverja semingi sko en leta svona býða fram yfir Ólympíuleika sem var svona hernaðarlega verið tímasetning og Pútín hefur ráðið við því og þannig annars vegar þá vill Xi stjórnlega að stríðinu ljúki bara sem fyrst með einhverjum hætti að því kemur að miklu meira áhuga á viðskiptum heldur en þessu en á sama tíma þá náttúrulega vill hann alls ekki að Pútín gera svona lúffi fyrir Vesturveldunum þannig að hann í svolítið erfiðri stöðu þarna og hann náttúrulega sá maður sem helst hefur eitthvað yfir Pútín að segja og náttúrulega staða Pútíns hefur versnað svo mikið en þetta dæmið hversu mikið klúður þetta stríðar fyrir hans hagsmuni eða alveg eins og Lukasjenko áður fyrr var alltaf hótað alltaf að versla við Evrópusambandið ef Rússa var með einhvern derring út af mjólkuverði eða öðru slíku þá hefði Pútín verið aðstöð til að vega salt á milli
Evrópu og Kína, en nú það algjörlega farið. Nú hann bara eitt stað að halla sér á og sína alltaf hefur ýmsa træði í hendi sér. Hann gæti þess vegna sagt til Pútín að hann vildi bara, nú bara skrúið þetta stríð niður, eða því að ef að Kína lokar á hann líka, þá lítið eftir. Og hann gæti líka, hann náttúrulega líka þann möguleika að segja við Úkraínumenn, að ef að Úkraínumenn að fá mjög háþróið vopn frá Vesturlöndum og Rússar virðast meira og meira að ganga á sína byrðir og við vorum nota eldri og eldri skriðdreka, en ef að Kínverjar myndi opna fyrir sína geymslu, þá náttúrulega gæti þetta stríð nánast haldið endalaust áfram. Þannig að hann hefur það træði í hendi sér, en það er ekkert líklegt að þessi heimsókn sé neitt annað heldur en vináttu heimsóknsrússum, en það bjóst heldur engi með því að Kínverjar myndi koma á friði á milli samningu á milli Sádi-Arabíu og Íran. Maður held að það væri bara fast í alþjóðastofnunum á 21. öld að þessi tvö sunnita og síta ríki væri í hatursfullri samgefni, sko. Þannig að hann hefur komið á óvart allavega. Hvað séu það? Þessi í raun að reyna að koma á friði, Kínverjar? Já, það held ég nú. Alveg örugglega. Hvernig svo sem það verið gert, en þeir náttúrulega stendur svolítið með pálmann í höndunum akkurat núna eftir að hafa einmitt komið þessum friði á þarna á milli Sádi-Araba og Írana sem að hefur ekki tekist. Og fyrirfram var álitið fyrir ómögulegt. Já, einmitt. Og þeir hafa náttúrulega sett fram þarna einhvers konar friðaráætlun í 12 punktum sem að hefur svo sem ekkert verið hafnað af neinum nema Bandaríkjamönnum. Meira segja Zelenski hefur alveg tekið ágætlega í að skoða það. Þannig að þeir vilja örugglega halda áfram að þrefa fyrir sér þar. En það hins vegar, Kínverjar auðvitað tala að þeir virða sjálfsákvörðunarrétt innan landamæra, sjálfsákvörðunarrétt Úkraínu. En á sama tíma þá hefur ekkert heyrst í þeim hvað það varðar hvort að þeir myndu fara fram á að Rússa dragi sér tilbaka. Og það er svolítið erfitt kannski að miðla málum þarna á milli. En þetta með að maður getur litið á það þannig að þeir vildu að stríðinu myndi ljúka vegna þess að stuðningu þeirra við Rússa, ef hann á að halda og ef stríðið heldur áfram, þá endar það náttúrulega með því að þeir þurfa að skaffa þeim vopn sem vonduleikur. Getur ekki líka bara verið út af því að þeir geta ekki haldið góðu sambandi við Rússa til lengri tíma ef að stríðið heldur áfram? Jú, ég held að það sé alveg rétt. Ég held að þeir vilji ekki finna sig í þeirri aðstöðu að þeir vera knúnir til þess að skaffa þeim vopn, þá lenda þeir í vandræðum og þeir gera sér örugglega alveg fulla grein fyrir því. Og þó að sambandið á milli Rússlands og Kína hafi verið að auka svo mikið, þá eru kínversk fyrirtæki til dæmis halda mjög að sér höndum, fara ekki inn í Rússland vegna þess að þau eru bara hreinlega hrædd við að lenda í þessum refsiaðgerðum og það muni bitna á þeim. Þannig að þetta er svona pínlítið, þetta er svolítið erfið staða sem að þeir vilja örugglega reyna að spila úr, náttúrulega sér til hagsbóta. Þegar menn voru að spá fyrir hvað Pútín myndi vera að leggja á borðið fyrir fundir á morgun var meðal annars þetta, af því að það hefur skadað rússneskan efnahag vestræn fyrirtæki sem er dregið svo út og að hann muni óska eftir því að fá kínversk fyrirtæki inn með fjárfestingar á móti. Heldur að það sé líklegt alveg? Kannski ekki svo líklegt út af einmitt þessum ástæðum sem eru nefndar. Ekki verið þetta bara getið ekki? Já, að því að þeir eru hræddir við því að vera beittir svona secondary viðskiptaþvingunum að það sem að viðskiptaþvingunum er ekki bara beint á aðlan sem múlt koma höggja á heldur aðra sem hefur viðskipti við hann. Viðskiptasamband í Rússlands og Kína núna gengur að miklu leit út á bara að Rússar selja Kínverjum olíu og gas en ódýrar heldur en þeir eru selt til Þýskalands því náttúrulega nú hafa þeir engin hús að venda. Enga samningsstöðu. Já, þannig að en þú veist, það er náttúrulega eru ýmsar leiðar færar eins og til dæmis innflutningur ískápa til Kazakstan hefur tvöfaldast frá því að stríðið byrjaði. Þannig að Kazakar kaupa ískápa og selja þá síðan áfram til Rússlands og Rússar skrúa í sundur og taka út örgjörfina og eitthvað þannig. Og sömu leiðist þá eru alls konar skúfufyrirtæki verið allir í Tyrklandi sem er ekki beitt viðskiptaþvingunum en þeir geta vesla síðan áfram við Rússa. Þannig að þú veist, það er ýmsar aðrar leiðir færar heldur en að formlega að opna kínversk fyrirtæki út allt í Rússlandi sem er kannski ósvönulegt. En þetta bandalag, er þetta svona raunverulegt bandalag sem mótvægi í heimspólitíkinni á móti Bandaríkjunum og NATO? Já, þetta verkar sem mótvægi. Ég held að það sé engin vafi á því. Það gerir það. Það er þetta spurning hvort
hversu vel það helst og hversu lengi og það margir sem vilja hafa það. Mörg ríki í Asíu, Suður Ameríku, Afríku vilja endilega hafa eitthvað til að geta gengið hringt á tværbjöllur, ekki bara alltaf eina. Já, alveg áræðanlega. Ég meina við sjáum þetta til dæmis með mörg lönd í Afríku sem að hafa til dæmis engan áhuga á að taka afstöðu til stríðsins til dæmis og líta á þetta sem bara eitthvað evrópskt vandamál og þannig að það eru auðvitað fjölmörg ríki sem að kannski líta bara svo á að það væri bara betra að þessu stríði myndi ljúka og þá bara business as usual. En svo eru auðvitað líka þessi sterka tilhneiging á meðal, ríkja sem að telja sig vera ákomendur nýlendna og eru með bara ákveðna svona kergju í garð bæði Evrópu og Bandaríkjanna og vilja þá frekar saminast einhvern veginn gegn þeim. Þannig að það er auðvitað margt annað í gangi líka. Það er þessi arfleifð sem að er mjög sterk í allri svona orðræðu þetta mál, það er að segja fyrir utan þá Evrópu og svona hinn vestræna heim. Já, alveg ástæðan fyrir því að Vesturveldi náðu ekki að fá fleiri lönd til þess að taka þátt í sínum aðgerðum heldur en bara NATO og svo Japan og Ástralíu og svona bara usual suspects. Jú, en á sama tíma þá náttúrulega eru Rússland og Kína bæði nýlenduveldi og allir þeirra nánustu nágrannar eru líta þannig á þau og óttast þau sem slík. En ef þú ert kannski komin til Afríka, Suður Ameríku þá hafa þessi ríki ekkert verið að aðtafa sem ekki þar og það eru önnur ríki sem hafa verið að djöflast þar í Afríku og Suður Ameríku. Já, en maður stildi ekki vanmeta ekki bara í Eystrasalöndunum og Pólandi, Rússlandi og Úkraínu, þetta líka í Suður Kóreu og Tævan augljóslega og fyrir sem við ótti og Víetnam bara ótti við Kína sem og QR-hópar innan Kína náttúrulega svo skurrar og típiðar. En þessi fundur hefur alltaf aðra merkingu í Angóla eða Bólivíu heldur en hérna hjá okkur. Þetta eru aðri leikendur. Já, ég held að enginn hérna geti beint talað fyrir hönd, Ég segi það því að Angóla, við erum oft svo föst í vestrænu sjónarmiði á þessi átök. Jú, en náttúrulega fyrir líka mörgu fólki þá náttúrulega er þetta bara fjarlægt. Þetta er bara, engin sérstök ástæða kannski fyrir þá til að hafa meiri áhyggjur á stríði í Evrópu heldur en fyrir Evrópu að hafa engin áhuga á stríðum í Afríku. Þannig að það er náttúrulega einn póllinn, en varðandi samt kannski stórumyndina þá er það líka kannski svolítið frá sjónarhóli Vesturlanda og kannski svolítið Bandaríkjanna er Kína og Rússland kannski svolítið það sama bara út af svona kaldastríðssýn en náttúrulega Rússland og Kína náttúrulega eru alls ekki sama þjóðin og hvað það endla mjög líkar og með sér djúft í svona þjóðarsál Rússa þá er óttinn við Kína eða meiri heldur en við Vesturlönd af því að og kannski við bara áttu til Mongóla einarskið sem að Rússland hefur verið sigrað var á austan. Það var alltaf með þættir epidemía sem komur rétt fyrir COVID þar sem að farsótt dreipur annarkot mann í Rússlandi og þá koma kínverjarnir inn þannig að það að Pútín hafi svona spilaði svona er ekkit endilega það sem meðal Rússin er ekkit að identifisera með Kína þeir líta miklu frekar á þessum hluta Vesturlöndum eða sem eitthvað bara alveg sér og meira segja í kaldastríðinu þegar Rússland og Kína eða Sovétríkin og Kína voru einir á móti heiminum þá tókst þeim samt ekki að standa saman og eiginlega voru í meiri samkeppni við hvort annan heldur en við restina heiminum en það er kannski Biden sem að er margt reynst vel fyrir Úkraínu sem svona gamall kaldastríðskall hann og var þess að reiðubúin til að verja lýðræðisríkin gegn Rússlandi en á sama tíma þá held ég kannski að það hefur klúður hjá Vesturlöndunum að einhverju leyti ýta Rússland og Kína saman sem er ekkit sjálfgefið sem byrjaði svolítið á Trump já, að hann flæðrar upp Pútín opinberlega en samt lætur Pútín ekki fá neitt og Pútín er svolítið uppgefinn á Bandaríkjunum en á sama tíma er Trump eða fyrsti Bandaríkjafastur sem algjörlega tekur þá afstöðu að Kína sé andstæðingur nýja andstæðingur okkar já, og Biden hefur ekki tekið þannig tilbaka og sama tíma náttúrulega líka er eftir Trump-samninginu við Íran sem er stundum svona þriðja hjólið í þessu bandaríða, þannig kannski nýlega ég veit ekki, en já, þannig að það held ég að sé kannski mistökin að þjappa þeim saman meðan Kína náttúrulega er stór partur á alþjóðakerfinu og það og hafa ekki verið
mjög ógnandi við nágrunna, þannig að það að gera Kína góðan að gildan þáttakanda í alþjóða viðskiptum eins og er einhver liti orð eins og urðin eins og er náttúrulega nýta aftur út, það held ég sé ekki kannski mjög Ég held að það sé alveg rétt sem að Valur segir sko að það var einmitt Trump sem að í raun og veru ýtti Kína svolítið þarna út fyrir sko, það hefði alveg örugglega verið hægt að fá Kína meira í lið með sér, lið með Vesturlöndum, en það var einmitt Trump sem að eiginlega gerði út þær vonir. Og núna sér maður líka hvernig sko orðræðan í Kína, þessi opinbera orðræða sko, hún svona anti-NATO og að NATO náttúrulega með Bandaríkin í broddi fylkingar er að þjarma að Rússlandi og Kína hefur skilning á þessu og Kína sko þrátt fyrir það að það hafi auðvitað verið einhvers konar nýlendu veldi kannski á sínu svæði að þá upplifa sko Kínverjar sig frekar sem sko fórnarlamb nýlendustefnunar og skilgreina sig þannig að þeir samsama sig miklu frekar með öðrum þjóðum sem að hafa orðið fyrir barðinu á nýlendu veldunum í sögunni. Já, nýlendustefnan lék það náttúrulega mjög illa, braut niður. Já, hún gerði það, hún náttúrulega, ég meina, landinu var bara skipt upp í áhrifasvæði í ansi langan tíma og náttúrulega arðrænt og farið mjög illa með þá. En meðan að stríðið að þá verður þetta bandamenn. Ef það kemur friður á, að þá mjög ólíklegt að sko Vesturlöndin einhvern veginn ekki nema sig fullnaða sigur og Pútín láti af völdum og komi einhver ríkisstjórn sem að Vesturlöndum líkar vel við í Rússlandi sem kannski ekkert líklegt. Þá friður gæti jáfnvel líka ýtt menn frekar saman því að þá geta kínversk fyrirtæki verið í viðskiptum við Rússa og fleira. Já, til skamstíma liti náttúrulega Pútín svona de facto búin að gera Rússland að kínversku leppríki og Rússar hafa valla aðra valkosti og Rússland hefur veikst sko, þannig að þau þurfa eitthvað svona styrkingu þegar að friðurinn kemur og hvaðan getur sá styrkur komið, það eiginlega bara Kína. Já, nema að það verði allsherjar stjórnar breyting sem að það ekki fyrir séð að Pútín verði steypt og það gætu þetta gerst einhver tíman byltingar niðan kannski nákvæmlega en merkilegt nokk þá eftir langa setu eins leiðtogi í Rússlandi þá kemur oftast óbúslegur andstraumur af alls konar öflum sem hafa bara verið haldið niðri. Og eftir Stalin fáið Krútšov. Já, eftir Stalin fáið Krútšov, eftir Brezhnev fáið Gorbačov, eftir Pútín fáið það eftir að koma í ljós og þetta tekst líka alltaf rosalega mikið á í Rússum. Fá ekki bara sí. Ég veist að innlega með annað, já. En þú veist, þetta tekst rosalega mikið á í Rússum þessi svona verstur sækni eins og Pétri Mikla. Stundum vilja vera venjulegt Evrópuríki, en þetta merkilegt og stórt Evrópuríki og stundum vilja það vera eitthvað alveg annað en þessi tveir straumar þeir takast á og þeir munu halda áfram að takast á, það verður ekkert þannig að það verður aldrei þannig að meiri hluti Rússa samþykki það að bara sogast í áttina að Kína. Nei, jafnvel þó að það verðist vera einu leikur sem fær akkurat núna, þá held ég að til lengri tíma liti þá sé það ekki alls ekkert alls ekki óhjákvæmilegt að það sé það sem að muni gerast. Eitthvað mun koma þarna á milli held ég, einhver tímapunkti. Þannig eru tveir einvaldar í allræðisríkjum, svo gott sem. Já. Maður þarf ekki að setja miklar gæsalapir í kringum svona fullyrðingar, þannig að svona hefur þróunin orðið. Og sama tíma þá sjáum við þróun víða þar sem að lýðræði er að gefa eftir, við sjáum það í Indlandi, þar sem að lýðræði er að gefa eftir. Við höfum séð þetta í Tyrklandi og víða þar sem að lýðræðiskjörnir ráðamenn eru svona hægt og bítandi að beygja undir sér stjórnsýsluna og dómskerfið og öðru slíku. Er hægt við að styrkur þessara tveggja manna ýti undir slíka þróun í heiminum? Þetta er flókið spurning. Ég byggur að geta til áhrif, svona hugmyndarlegt áhrif þessa fundar og þessa andstöðu gegn Vesturlöndum svona kannski víða heiminn, ekki bara viðskiptalega. Þetta er auðvitað mjög erfitt að svara þessu og við veitum ekkert hvað gerist en mér þykir nú ekki kannski mjög sennilegt að einhverjar þjóðir eða einhver ríkisvöld fari að taka sér endilega stjórnkerfi Kínverja til fyrirmyndar.
Ég ekki viss að það þyki endilega einhver svona glæsileg og eftirsóknarverð fyrirmynd. Þeir stilla sér svolítið upp. Þeir segja að við náum framförum, en við þurfum ekki að beygja okkur undir vestrænt lýðræði þess. Það ekki? Jú, þeir hafa náttúrulega aðalega verið að performera á svona, efnahagslegum framförum, það alveg satt. Það ekki það með sagt kannski allir séu ánægð með það hvernig til hefur tekist og það eru þetta fullt af vandamálum í Kína sem eru óleyst. Þótt að það líti kannski ágætlega út svona á yfirborðinu og misskipting talsverð og svo framvegis. Þannig að og það þetta ógagnsæi sem að einkennir þeirra stjórnmál er líklega nokkuð sem að flestir vilja forðast. En á hinn bóginn eins og þú segir, ég meina það getur alveg verið að það smitist út frá þessu að einhverju leyti. Sama sagt Erdogan, hann að breyta ýmsu og það ekki allt í góðs en það búið að vera efnahagslegur uppgangur undir honum, sama sagt Moody. Það nú sagt þessa kalla sko. Það var nú reynda rosalega verðbólga og það fór nú veldi illa hjá Erdogan en fram að svona síðustu 2 árum að þá var þetta sögnin Erdogan. Já, og nú eru kosningar í Tyrklandi voru sjáum til. Ég held nefnilega að sko þessi svona einvalda sem að við vorum vitni að sko og þess vegna einhver leiti með Trump og sterkamannunum og ég las það frá svona miðjum síðasta áratug. Ég held nefnilega að sterkimannur sé orðin veikari heldur en hann var og ég held að það sjáist bara svolítið skýrt í þessu stríði. Þegar að stórveldi eins og Rússland getur ekki ráðið við ríki eins og Úkraínu þá þrátt fyrir að eiga að hafa mikla yfirbyrði, þá segir það okkur eitthvað bara styrkleika kerfanna jafnvel, að 20 ára pútinisma hafi ekki fært Rússum meira heldur en það, að þeir geta ekki einu sinni framkvæmt það sem að þeir til þessi geta framkvæmt hernaðarlega, og þessi óbóðslega spilling hefur gert það verkum að rússneski herinn var alltaf starfhæfur og meðan frelsiselskandi Úkraínumenn vinna hvert sigurinn á hættur önum, þannig að það kemur bara ljós aftur að hafa sama einvald endalaust lengi, það leiðir bara til stöðnunar og getur ekki gert neitt annað og síðan hann verður eldri og eldri og yngri vald kemur ekki að og þannig að þetta afhjálpa veikleikara líka og gæti meiri sé að verið með Kína, þetta átti að vera kínversku öldin en Kínverjar eftir hörmungar áruna fóru þá skynsamlega leið að leyfa hverjum leiðtoga að vera ekki lengur en 10 ár, þannig að hann var bara sjálfkrafa alltaf endurnýjun, ekki endilega lýðræðislega en það var endurnýjun. En núna Xi búin að brjóta þann múr og ætlar að setja endalaust, sjáum að hagvöxturinn að minnka og ég held að sko að þessi svona ris Kína sem búið að vera bara saga aldarinnar að það gæti fara að hægja svolítið mikið á því einmitt að því að sami maðurinn ætlar að setja endalaust. Ekki verið að segja að fá Putin eftir 2008 eða 2012 í hausinn í gennum Xi. Það sem ábyrgað, það stigversnun í einræðisherrum því lengur sem það sitja. Þessi 10 ára regla bara nokkuð góðurist vera. Þetta samt þetta þannig í heiminum að því að eftir fall Sovétríkjanna þá var okkur sagt að nú myndi vestræna lýðræði breiðast út. En þetta í fyrsta skipti núna og kannski bara á síðustu örfáum árum eftir svona breytingu í stefnu Kína að Kína ekki á leið til okkar, þetta eru augljóslega bara leið eitthvað allt annað, að þessi hugmynd að allt annað stjórnarfar, allt aðra hugmynd ríki er miklu sterkari núna heldur en búin að vera bara í 30 ár. Kínverjar náttúrulega skilja þetta sem svona verðleikaræði og segjast taka þetta bara úr eigin menningarhefð, þar að segja að það sé alltaf valdir bara hæfustu einstaklingarnir til að gegna valdamiklu stöðum. Gætu bent til Bandaríkjanna og sagt að það sé betri, að þeir fái betri hæfileika á toppinn heldur en að Bandaríkjamenn hafi þurft að setja sig við? Já, og á sínum tíma, ég man eftir þessu þegar George Bush yngri var kjörinn sko í annað skipti, að þá var ég með til Kína og þá sögðu bara hreinlega að Kínverjar sjáu þið hvað þetta kerfið er rotið. Hann er ekki kosin bara í 1 skipti, heldur í 2 skipti, þannig að það var greinilega eitthvað mikið að. Og kommunistaflokkurinn hefur verið að þróast með mikið svona í þessa áttið á þessum grundvelli að vera svona meritokratískur flokkur að fá bara hæfustu einstaklingana, ég meina sjálfsögðu er það ekki alltaf þannig en
En þetta orðræðan, þetta svona byggir á þessari hugmynd sem á að vera tekin út frá einhverjum konfúsíanískum hugmyndum frá því áður fyrr þegar að embættismenn þurftu allir að þreyta próf og með sama hætti til þess að ganga í kommunistaflokkin þarftu að þreyta próf. En það spurning hvort að þessi próf í dag snúist hæfni eða hvort þið snúist meira hollustu. Hollustu, Já, það náttúrulega líka einmitt með, ég sagði með hann endalaust völd, það getur líka dreigð úr þessu. En ég hefði þessi mikla bjartsýni fyrir hönd vestrans lýðræði sem stóð nú svona í 10 ár eftir endalok kaldsins þegar það virtist vera bara allsráðandi. En það hefur náttúrulega tekið mörg högg eins og klúður í kring forsetakosningar í Bandaríkjunum 2000, 11. september og þessi skelfilega innrás í Írak sem heldur þessu 20 ára. 20 ára. Já. Og síðan bara meira og meira sem hefur gert því að draga úr Bandaríkjunum og Vesturlöndum almennt sem fyrirmynd og það hefur verið svona saga undanfarna 10 ára allavega og þessum Pútínu tíma jafnvel virtist vera einhvers konar mótul með eitthvað annað. Ég held að fæsti lítið upp til hans í dag sem einhverja góðarlega að fara og þannig að kannski er einmitt þessu svona þessuna sigri uppgangi einvaldsins einmitt að snúast við bara undanfarið ár. Við sjáum nú þráttur allt, ekki bara hvað Úkraínumenn eru hugdjarfir, við sjáum líka bara hvað vestræn tækni er miklu betri heldur en rússnesk og kannski hvað Bandaríkin þrátt fyrir sína galla eru hvers þið eru megnuð. Þannig að já, kannski er það sem að verða afleiðingarnar af þessu stríði. Já, þá er það að bera saman Vesturlönd og Rússland sem er gegnum spilt ólíkarka ríki og gerspilt, en síðan ertu með Kína hins veginn og hinum meginn og þá gengur kannski samanburðurinn ekki eins vel upp bera saman Vesturlönd og Kína er ennþá í góðu formi Já, en eins og ég var að segja það er bæði hagvöxturinn minni heldur nátt að vera núna. Hann er samt miklu meirinn í þrefaldur og fjórfaldur á við Evrópusambandið. Jú, en það er með að við einstaklingi og Kína er orðið ef við tökum með hvað færið fyrir peningin þá er Kína orðið stærsta hagkerfi í heimi. Já, en kannski ekki absolutt. En eiga að segja, það getur verið að með því að hafa sama mann við brúna endalaust, það getur verið að dragi úr þessu. Þannig að það þarf ekki við þetta borð að tala gegn réttlæta það er ekki snjallt að hafa einræðisherra yfir löndum. Nei, það er það ekki. Það gæti að því að þessu hugmyndum það að einræðisríki sé einhverjum hátt effektívari, kannski ekki endilega betri svona upp á mannréttindi en að þau koma hlutum í verk. Ég held að sú hugmynd sé nú kannski svolítið að bíða skipbrot augljóslega með Pútín. Ekki Kína. Já, það gæti hefur eiginlega náð þessum völdum út á þetta. Já, en ég með að við reynslu annars þar, þá gruna mig að það einmitt muni draga úr þar. Komi í nakkan á þeim. Já, og til dæmis bara viðbröðin við COVID sem virtist ekki vera þau skynsamlegustu sem annars vera bara að loka alla inni þannig að fólk gati ekki meira og þá opna allt í einu svona vestuhugsanlega tíma þannig að sýnir svona gerðarslega ákvarðanatöku. Það voru örugglega teknar rangar ákvarðanir í COVID-inu í Kína held ég. En hins vegar oft verið að bera saman einmitt svona lýðræðisríki eins og að menn eru mjög gjarnir á að tala Indland sem stærsta lýðræðisríki í heimi. Og bera það saman við Kína þá náttúrulega kemur einmitt þessi virkni, þetta effektivitet mjög berlega í ljós þar sem að þú bara varla með gangstéttar og vantar allan infrastruktúr og svo frammiðið sem að er svona að mestu leyti í Kína alveg til fyrirmyndar. Þannig að það hefur að minnst gengið miklu betur, myndi ég að segja. En það er alveg rétt líka og ég held sérstaklega að ef við erum að horfa fram á það að samið leiðtogi verður næstu 10, 15, 20 árin að þá held ég að þá getur farið að halla undan fæti. COVID fór illa í Kína og hefur nú örugglega valdið miklu það að það hefur dregið svona mikið úr hagvexti. Ég held að hann sé bara 3%, spáð 3% hagvexti í ár sem er mjög lítið. En við getum auðvitað líka séð breytingar í Kína hvað þetta varðar. Það er ekkit gefið að símunni vera þarna ævilangt. Og þeir eru að byrja að undirbúa sig undir minkandi hagvöxt því að mikill hagvöxtur svona
gaf þeim ákveðið en núna verið að tala aukin jöfnuð eða eitthvað svona til þess að gera eitthvað annað til þess að deila út þannig að þú getur haldið ennþá góðum hluta ánæðri með því að skipta betur. Það svona annars konar tungutak efnahagsmál. Jú, akkurat. Þeir eru líka náttúrulega að sjá fyrir sér að aldurskipting þjóðarinnar verður mjög óhagstæð á næstunni. Þannig að það verður hlutfallslega mjög fáir vinnandi einstaklingar með að við hinna eldri þá eftir að vera mjög erfiður hjalli fyrir Kína að komast í gegnum. Það alveg á hreinu. En þeir vita alveg af þessu. Og þetta eitthvað sem Kína og Rússlandi að samin, þetta svo sem reynda líka flest Vesturlönd og Japan og þetta og bara nánast öll ríki utan Afríku, en já, það náttúrulega þessi að því virðist núna fyrir að gera þesslega einspatsstefna sem á síðan hækka upp í 2 og síðan upp í 3 en dugar ekki til, en demografiðan í Rússlandi alveg stjálfuleg, sko. Fólk á 10. áratugurinn bara hægt að eignast börn af því að það, af því að efnahagsástandið var svo hörmulegt þetta fall Sovétríkjanna, sem einmitt svo kynsla sem ætti að vera eignast börn núna, af því hún svo lítil, þá koma færri börn og og jafnvel þetta hvað þeir eru duglegir að stela börnum frá Úkraínu, gæti jafnvel verið þetta getur verið ein ástæðan verið því og jafnvel hugmyndinum bara innlima Donbass og fá nokkra milljónir Rússa í viðbót, gæti líka verið kannski ekki einn endal ástæða fyrir stríði en spilar aðeins inn í, sko, eins og með Krím en já, inn í staðin fyrir að svona undirbúa þetta, þá kaus Pútín þetta stríði sem náttúrulega kostað mörg 100.000 unga kallmenn lífið og mörg 100.000 í viðbót af ungu fólki sem flyttur í burtu, þannig að þetta alveg algjörlega það versta sem maður geti gert fyrir framtíð Rússlands svona næstu áratíðina og þannig að það ekki í því sem gerir það líklegt að Rússland muni rísa á ný sem einhvers konar stórveldi. Nei, en fundur á morgun mikilvægur. En hvað gerist ef að Kínverjar leggja til að koma á einhvers konar friðarsamkomulagi en það feli í sér að Rússar haldi eftir einhverju svæðum? Hvernig sérðu fyrir þér að það muni ganga í Úkraínu? Ég held að það muni ekki fara vel í þá, en það hins vegar áhugavert að Zelenský til þess að vera reiðubúin til þess að ræða við Kínverja, af því hann alltaf veit hvað þeir skipta óbúslega miklu máli í þessu spili, þannig að hann vill ekki segja bara nei strax, heldur hann vill endilega reyna að ná einhvers konar í sambandi bara kannski reynt beint við sí og og hann var opnari fyrir svona tæpu ári einhvers konar friðarsamkomulag en það varð síðar það búið að vera núna ríkjandi í svona 10 mánuði að það sé eiginlega engin friður nema það að algjör ósigur Rússa. Já, Zelenský. Já, hann alltaf bauð þarna frið fyrsta mánuðinn á þeim nótum að Úkraína myndi skuldbundið til þess að ganga ekki í NATO og Rússa myndi halda eftir Krímskaga í bili og svona, en Pútín var ekki til samkomulags það, þau ekki til verið hana það og síðan þá er staða Zelenský heldur batnað og Pútín vestnað, þannig að þetta er náttúrulega mjög erfitt að semja hversu mikið af Úkraínu Pútín á að fá, hvort það er 5% eða þessi 10% sem hann heldur núna og það sem gerir það líka ennþá erfiðar er það að Pútín var aldrei með kröfur og hendur Úkrænumennum, þetta var ekki einhver deila sem fór úr böndunum, Pútín var ekki að segja Donbass verður að sjálfsagt ríki að hluta Rússlandi eitthvað þannig, heldur hann sagði bara aftur og aftur ég ætla ekki að ráðast á Úkraínu og gera það síðan og það var óbúslega erfitt að semja á þeim nótunum við mann sem er búin að brjóta eitt samkomulag aftur og aftur þannig að nema að sé með eitthvað rosalegt útspil sem að er ekki sannlegt en maður skildi ekki útiloka eftir bara þetta Íran Sádi-Arabíumál þá er þetta líkur á því að þetta þurfa að halda áfram stund, ég veit ekki hvort þetta sé vorsókn Rússa sem við erum að horfa upp á núna sem að berja sig millimetri áttina að Bakhmut eða hvort að kemur eitthvað meira útspil á þeim. Úkraínumenn alltaf eru undirbúið sína gagsókn og hún mun koma einhvern tímann í vor eða sumar og að henni annarkvort munið brjótast í gegn og kannski mögulega skera á Krímskaga sem myndi gera mögulega stöðu Pútíns ólíðandi því hann gæti líka mistekist sem ekki gerst hingað til það gæti þetta gerst og þeir ómeðast og þá því miður er það oft þannig að friðurinn kemur eftir stóru bardaga en ekki fyrir þá. En er það ekki þannig að því að Úkraína er mjög háð Bandaríkjamönnum að það eru Bandaríkjamenn sem myndu svara þessu friðartilboði? Ef að þeir þola það ekki að Kínverjar koma á friðin í Evrópu, þá verður ekki friður í Evrópu, ekki á kínverskum línum, kínverskum línum.
Já, Bandaríkjamenn reyndar hafa, sko, þó þessi kannski svolítið fúlir út af Kínverja hafa komið á samkomulega milli Íran og Sádi-Arabíu, þá hafa þeir samt tekið því vel. Ef að Kínverjar myndu bara setja Pútín stóli fyrir dyrnar og segja bara, nú verður þú bara að skrúa þetta stríð niður og stoppa og draga þetta tilbaka, þá held ég að Bandaríkjamenn myndi ekki setja sig upp á móti því. Ef að og að hann heldi, eða rússar heldu Krímskaga? Já, ég látum við svo við sem að semjum þetta hérna. Já, það er erfitt að segja, en alveg örugglega manni grunar að CIA örugglega eftir að leggja mjög ríka áherslu á að reyna að knýja á einhvers konar friðarviðræðum og svona svolítið að, sko, eftir að hafa náð þessum friði hérna á milli Sádi-Araba og Írana, þá væri þetta náttúrulega að sko hamra járnið með þær heitt og svona vinna annan svona diplomatískan sigur í heiminum. Fyrir utan það er bara engin skynsemi í því haldur þessu stríði áfram. Þessu stríði verður að linna. Já, það er engin sem er hagsmunir á því og þess vegna heldur líka sko að Bandaríkjamenn geti samþykkt hvað sem er sem Úkraínumenn geta samþykkt sko, en Úkraínumenn alltaf núna eru með þá stefnu að fá allt sitt land tilbaka sem er mjög eðlilegt. Krímskaga geta mínu viti verið undanskilin eða ég blöstu Donbass, en það er... Þú verður ekki spurður. Ég verður ekki spurður nema hér og kannski hér, en nei, það er allir í hag, en það er samt erfitt að sjá, hvort að Pútín muni... En stríði verður að hætta, þetta eru fáránlegar mannfórnir og eyðilegging sem á sér staðar. Jú, en það veltur á því, sko, hvort að Pútín sé reiðubúinn til að draga sig tilbaka sem hann alltaf er ekki og hvað þá, hvort að sín takist að finna einhverja leið fyrir Pútín til þess að draga sig út úr þessu án þess að missa ég veit ekki hvernig hann ætlar að fara því. Ef einhver veit það, hvaða sér inn í sál Pútín, þá er það sem að segir að Pútín sé besti vinur sinn. Já, eru svo nánir. Já, það er rétt. En það er áhugavert að heyra líka hvernig sko sérfræðingar og aðrir sko frá öðrum ríkjum sem hafa náttúrulega verið sko innan Sovétríkjanna, bara eins og Eystrasaltslandin, hvað sko þeir aðilan heyrast til að vera mjög harðir á því að Rússar þurfa að draga sig alveg tilbaka. Og það er líka að einhverju leyti bara vegna þess að það er ekkert traust. Nei, það er stórpart af þessu. Það er ekkert traust. Þau vilja brotið Rússland, út úr þessu. Já, þau vilja að minnsta kosti ekki að Rússland ná í einhverja landvinninga. Vegna þess að sko, þá er bara beðið átekta, segja þau, þar til að næsta holskefla hefst. Og það er ekkit ósennilegt ef að Pútín fær núna halda eftir 10-15% sko, sem er samt ekki nóg, alveg sem hann fekk síðast og sem að halda eftir Krímskaga og þú veist, akkur ætti hann þá ekki að halda áfram setna leið hann er búin að sleikja sárin. Þetta er líka það er hún ætli kelling drepan áður en að því kemur. Já, hún eitthvað. En síðan alltaf besti vinur Pútín, hann er ekki betri vinur en það, hann er alltaf sittið hjá þegar það komið að því að kjósa þetta stríð, hann er aldrei kosið hvorki með Rússum né öðrum, hann er ekki sendt Pútín eitt stuðning svo vita sér, hann hefur náttúrulega svolítið mikið haldið að sér höndum bara. Já, þeir vilja vera hlutlausir sko, leggja mjög ríka áherslu á það að vera hlutlausir í þessu og vera bara talsmenn friðar, það er þannig sem að þeir vilja setja sig fram. Jú, það er alltaf gott lúk en það er líka sem stórt ríki eins og Kína þegar þeir segja að það er að virða alþjóðleg landamæri þá meina það alveg svona og það skiptir máli að eitt af stórveldunum í heiminum sé að vinna því að koma á friði þarna. Já, þeir eru þeirra einu sem að sko gæta sett Pútín stóliðin fyrir dyrnar því að hann á ekki önnur hús að venda, þannig að ef einhver svona hefur bólmægt til þess að segja honum að stoppa, þá verður það Kínverjar. Það verður margir sem að reyna að lesa í niðurstöðu fundarins á morgun hvert þetta er, því þetta skiptir okkur miklu máli. Geir og Valur, kæra þakki fyrir að koma hingað. Takk. Og við segjum að þetta séu lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa komið hingað við Rauðaborðið og ykkur sem hafa sitið heima og hlustað. Og minni ykkur á að þið getið hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðurinnar. Það gerir þið með því að læka síðurnar bæði á YouTube og Facebook. Þið getur ekki dreift efninu frá okkur. Það hjálpar okkur að byggja upp dreifistöðuna. Þeir sem vilja hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna geta gengið í alþýðufélagið á samstöðuna og með því að gerast félagið þar, borga áskrift af samstöðunni, þá eignist við samstöðuna. Takk fyrir í kvöld. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.